Góðan daginn. Daginn. Ómar Davíð, heyrir þú í mér núna? Já, ég er bara ljómandi vel. Hver á gefa af 22 markið í Grindavík? Hermann held ég. Ok. Fann dautt lamb í fjörunni í gær. Já. Læt ég hann vita. Hvar var það? Það var á milli, Steyptakersins fyrir neðan fiskeldið og í áttina að nýju stöðinni, Bláalónsstöðinni. Það er í fjörunni. Eins og það hafi bara drukknað, sko. Já, þessar þetta er frá Hermanni. Já, ok. Þeir missa sem eiga. Já, það er oft svoleiðis. Heyrðu, jæja, góðan daginn, gott fólk og velkomin á þennan 7. Teams-fund Játgerðar. Hann er tekinn upp venju samkvæmt og settur á vikufréttir, annaðhvort seinni í dag eða á morgun. Og mig langar til þess að ég bar fram spurningu síðast til hennar Sólveigar varðandi svona næstu skref hjá okkur. Nú er margt komið í gang og margt að gerast og annað sem á eftir að fara í gang en búið er að samþykkja. Þannig að það er ýmislegt í gangi, þannig að við vildum svona athuga hvað væri næstu skref hjá okkur varðandi að reyna að fá fleiri heim og nú er Þórkatla búin að koma í blöðin og segja að samningar verði klárir eftir áramót með einhverjum hætti. Þannig að nú er spurningin hvernig náum við fólkinu aftur heim. Ef að ég ætlaði að gefa henni Sólveigu orðið, hún ætlaði að taka saman. Já, takk fyrir fyrir það og takk fyrir að gefa mér þarna tíma til að hugsa um þetta. Og já, ég er með nokkra glærur sem að bara til þess að ég haldi mér við efnið því að ég get talað um þessi mál mjög lengi, þannig að ég er að reyna hafa stjórn á sjálfur mér með því að hafa glærur og sem sagt það sem að sko ég tók spurninguna var bara svona, hvernig ég sæi þetta með mínum augum og svona næstu skref og ég ætla að reyna að sjá hvort ég get ekki window entire screen, sjáðu skjáinn hjá mér. Já. Ok, það sem ég hikstaði á var fyrst og fremst sko frá hvaða sjónarhóli ég ætti að tala. Ég gæti tala sem fræðimaður sem stundar rannsóknir og skrifa vísindagreinar. Ég geti tala sem kennari í viðlagakerfum, viðlaga þýðir þegar mikið líkur við og endurreist kenni meðal annars endurreist við Háskóla Íslands. Eða ég gæti tala sem svona eins og utanaðkomandi aðstoð sem er að koma í útkalli til þess að styrkja samhæfingarkerfið og utanumhald. Og ég ákvað að það sem kannski gagnaðist best væri þetta þriðja, að svo sett þið bara ímyndið ykkur að ég sé svona eins og Alþjóðabankinn eða Sameinuðu þjóðirnar eða Rauði krossinn sem er bara að koma inn til þess að skoða málið og koma með ráðgjöf, þannig að
við förum bara smá leik, þið bara ímyndið ykkur ég sé útlendingur og ég er búin að gera þetta margoft. Ég hef margoft, ekki fyrir Alþjóðabankann, ég hef ekki unnið með honum, en fyrir hann, en ég hef unnið með fólk út á vettvangi sem hafa komið á vegum hans, en ég hef farið alla oft á vegum Sameinuðu þjóðanna og fyrir Rauða krossinn. Og það sem að ég geri, ef að ég er að koma einhvers staðar til þess að styrkja samhæfinguna, þá byrja á því að spyrja hvar er aðgerðin stödd? Og ég er alltaf með 3 spurningar, að það í fyrsta lagi eitthvað heildar samhæfingakerfi í gangi. Það er fyrsta spurning og það er tengdar allar þessar spurningar. Hvaða aðilar eru eða eiga að koma að heildar samhæfingakerfi? Og í þriðja lagi, hvar er samhæfingavinnan stödd? Er búið að ná fram fyrir aðgerðina? Og ég veit ekki, þetta er orðalag sem að fólk í björgunarsveitum og aðgerðum þekkja mjög vel. Ég veit ekki hvort þetta er svona almennt svona orðalag sem er notað, en þú finnur það strax sko þegar í byrjun ertu ofta að reyna að ná, ertu eftir á og þú ert að reyna að safna upplýsingum, þú ert að reyna að koma á kerfi og svo finnur það alveg þegar þú ert farin að ná fram fyrir aðgerðina að þú ert farin að ná í allar upplýsingarnar og getur tekið ákvarðanir í rólegheitum og þú ert með eitthvað skýrt fram á við. Þannig að þessar spurningar eru þetta sem að ég nota þegar ég fer til útlanda til þess að kanna samhæfinguna. Og ef að ég spyr sjálfan mig, nú ætlum ég bara að taka fram að ég er ekki innsti kópur í búri, ég sé ekki allt, ég sé bara hluta. En ef við spyrum heildarsamhæfingakerfi, þá virðist ekki vera heildarsamhæfingakerfi. Hins vegar eru margir hópar sem eru að vinna saman að einstakum verkefnum og tengjast eftir því sem að þeir telja ástæðu til. Og ef þetta er ekki rétt hjá mér, þá kannski bara er einhver sem að þá segir hvernig heildarsamhæfingakerfið er, sem er að horfa á heildarmyndina. Hvaða aðilar eru eða eiga að koma á málum? Og ég bara listaði upp alla aðila sem að ég veit að eru í þessu, koma að þessu, og ég reynda bara til að stytta þetta, flokka þetta svolítið saman eftir því sem að hverjir eru að vinna saman og það eru þarna aðilar sem eru endurteknir en þetta er bara svona, þetta er bara til að sýna ykkur eitt af því sem að þarf að gera til að halda utan aðgerðina. Það þarf einhver að vita hverjir eru að koma að þessu og hvernig og hvaða málaflokka og svo framvegis. Og svo í þriðja lagi, hvar er samhæfingavinnan stödd? Og það náttúrulega kannski er ekki skrítið miðað við það ef að maður finnst ekki, maður sér ekki svona heildarsamhæfinguna, að þá finnst maður í rauninni að hún er aðalega eftir á, en það er ekki með öll verkefni. Sum verkefni eru bara, finnum maður er rosalega vel skipulögð og bara ganga rosalega vel, en eitt af því sem að mér finnst vera skrítið á eftir 2 ára tímabil, að það er ennþá verið að spyrja hvernig að vinna saman. Hvernig ætla yfirvöld að vinna með íbúum og þetta sem er í núna í þessari samráðsgátt sem er náttúrulega bara mjög gott hún sé þarna, en manni finnst hún koma svolítið seint. Maður hefði haldið á þessari tímapunkti að þetta væri skýrt. Og ég er ekki að gagnrýna fólkið, ég er að gagnrýna stjórnsýsluna og kerfið og það að við höfum eiginlega ekkert endurreisnar stjórnsýslu og það er ástæðan fyrir því að við erum svona eftir á. Það er sem sagt mörg verkefni í gangi, enginn sem er að horfa á heildarmyndina og það gerir það verkum ef að það koma upp einhver verkefni sem að passa ekki inn í þessa fyrirfram skilgreinda vinnuhópa, þá er sem sagt enginn sem er að passa upp á þau, að þau detta ekki milli skips og bryggju. Og líka bara að horfa á milli skips og bryggju er eitthvað sem við erum ekki að taka á. Og þá líka enginn sem er að horfa á loka heildartakmarkið, svona það má eiginlega segja að það sé enginn fararstjóri. Og enn á ný, þetta er bara svona mín sýn, þannig að ef það er einhver sem er svona að vinna þessu, þá væri bara aðeinslega flott að vita það.
Svo finnst mér vera mikið af endurtekningum í umræðinu. Íbúar að segja það sama að mörgu leyti í dag á íbúafundum eins og þeir sögðu fyrir mörgum mánuðum síðan. Þetta líka svolítið merki það að aðgerðnar ekki svona í heildina að færast áfram og það þarf ekki endilega, fólk kannski að nefna eitthvað sem flókið og erfitt að svara og það kannski ekki hægt að svara því fyrir 6 mánuðum og það kannski ekki hægt að svara því í dag en það samt hægt að passa upp á það að fólk fylgist með hvernig gangurinn þannig það þarf ekki, það finnst ekki það þurfa að spyrja alltaf sömu spurninga aftur. Og það náttúrulega ákveðið erfiðleikastig í endurreisn sem ekki í öðrum þáttum eins og lífsbjargandi aðgerðir. Að það þarf svo miklu meira samráð við íbúana. Maður ekki að spyrja þegar maður fara að leita fólki upp til fjalla, viltu láta leita þér eða ef að fólk inn í brennandi húsi, viltu að við björgum þér eða ef þér kalt, viltu við gefa mér teppi og svo framvegis. Þannig þetta náttúrulega miklu flóknara heldur en margar aðgerðategundir. Og þá það síðasta glæran, ef að ég væri útlendingur að koma hérna, að það sem að ég myndi ráðleggja væri í fyrsta lagi að það að teikna upp heildarkerfi sjálft. Þetta eitthvað sem svo nokkuð stöðugt þannig gegnum aðgerðirnar. Þú hefur eitthvað heildar samhæfingarkerfi og svo ertu með einhverja samhæfingar áætlun. Það til fullt af alls konar áætlun. Það áætlunir sprunguviðgerðir, það áætlunir hitt og þetta, bara flottar áætlunir, en hér að tala samhæfingar áætlunir. Og hvernig menn ætla að taka skrefin til að ná fram fyrir aðgerðirnar. Og svo þyrfti í mínum huga að vera einhver staðar, einhver upplýsing og samhæfingastöð endurreisnar, það sem að menn geta haldið utan upplýsingarnar og verið með það mjög sýnilegar. Bara eins og þegar aðgerðarstjórnir út allt land með sína töflur og gogn upp á veggjum og ríkislögreglustjóri og stöðin hjá Landsvirkjun og það bara, þetta það mikið af upplýsingum að allavega, ég myndi gera það þannig, ég myndi hafa einhver svona miðstöð. Síðan atriði sem síbreytileg og breytilegt til hópum sem stöðu þarf að vera að vinna. Það að taka saman heildarmyndina endurreisnarferlið. Það þarf að skilgreina takmarkið. Það á að byggja upp Grindavík. Vil ég það eða vil ég ætla það tímannahópur sem ákveður að flytja á Húsavík. Ok, hvernig á að hlúa þessum tímannahóp sem ákveður að fara á Húsavík og hvað endatakmarkið? Hvenær þetta búið? Og skilgreina það en þetta breytist bara mjög mikið. Og síðan í þriðja lagi það að búið til framvindumyndir af mögulega atburðarásum. Hérna ég að reyna ekki að nota orðið sviðsmyndir. Ég finn alveg þegar maður notar orðið sviðsmyndir að það bara einhvern veginn fer hroll fyrir fólk og fara allir hugsa COVID. Og en ef við megum nota orðið sviðsmyndir þá það bara fínt. En það þarf að spá ef að þessi ákvörðun tekin, hvaða áhrif hefur það á hitt og þetta. Og eins og til dæmis, við vitum það að því lengur sem það tekur að taka ákvarðanir því það hefur áhrif á íbúa og þannig þetta hlutur sem þarf að gera. Og svo bara annað að það að nýta verkfærakistu endurreisnarfræða, það ýmislegt til sem við þurfum ekki að finna upp hjólið, hann alltaf greiningar í ýmis konar síðan myndi ég ráðleggja að líka hugsa aðeins inn í framtíðina hvað næst. Grindavíkur var ekki fyrst, Grindavík verður ekki síðast. Það mjög gott að við söfnum saman í svona skjöl, hvernig væri hægt að bæta stjórnsýsluna, hvernig væri hægt að gera þetta næst. Og svo náttúrulega bara ýmislegt annað. Þannig þetta svona það sem að kom í huga mér þegar ég hætti að deila.
Er ég ennþá að deila? Já, ég sé það hérna í horninu hjá þér en það er samt. Já, en ég hérna, en þú ert búin að ná völdum á skjánum aftur. Hérna, Guðbjörg. Ég gerði nú bara ekki neitt held ég. Þú ert að deila heima skjánuðinum. Ég? Sólveig, já. Ok. Þannig að hérna, en meðan ég finn út úr þessu, hérna, hvað segir þið? Hérna, er einhver viðbrögð við þessa hugmyndir? Pétur, gjör svo vel. Ég held að ég hef eyðilagt þetta núna þegar ég rétti upp höndina, þá hrökkur þetta allt í baklás. Sola, íttu bara á fullscreen á þetta á PowerPointið hjá þér, þá kemur þetta. Svona. Klárað þú bara ekki núna? Var þetta komið hjá þér? Já, þetta var komið, ég er búinn. Takk fyrir þetta. Hérna, til að bæta ofan á þetta þá er ég sammálaður, það er mjög mikið að gerast í öllum hornum og það er eiginlega, það er engin, allavega vantar maður svona heildar yfirsýnin yfir þetta, ég sé ekkert einn með það. Til að bæta á þetta og minna fólk á morgun er fundur í gjánni hættumat eða áhættumat, mjög gagnlegur fundur sem hefur verið lykilatriði í allar ykkur umræðu að við fáum svona skýringar á hættumatinu og á hverju það er byggt og eins og talaðum síðast að þá er Veðurstofan væntanlega hefur tekið vel undir það að breyta svolítið framsetningunni sinni. Síðan á miðvikudaginn þá er Samband sveitarfélaga Suðurnesja sem er fund sem er saman í sókn, þar sem við hvetjum alla til þess að mæta í súpu í hádeginu vera það í 2 tíma. Þetta er bara svona viðbótið allt annað sem hefur verið gest og menn hafa ekki dregið saman, en af þessu tilefni og þessu góðu yfirferð hjá Sólveig þá held ég að þá leiðtoginn í þessu leiðtoginn í Grindavík sem að ég held að sé bara allir að bíða eftir að einhver svona leiðtogi eða leiðtogahópur taki boltann, að þá held ég það geti ekki verið neitt annað en sú bæjarstjórn sem hér mun verða annarkvæmt bæði sú sem er að störfa núna og sú bæjarstjórn sem mun vera kosin í vor. Málið það bara við höfum bara ekki tíma til að bíða eftir kosningunum. Þess vegna við fáum vonandi hóp frá flestum hópum á miðvikudaginn þar sem við erum að draga saman alla þá sem ætla sér að bjóða fram í Grindavík, safna saman þeim mönnum og í raun skiptir engu máli ef það næst hópur öllum stjórnmálaflokkum og geta stillt saman stefnuskrána sína sem eru nú held ég allir sammála þessi atriði sem við erum að gera, að þá sjálfsög skiptir ekki máli eða hópur af góðum fólki í öllum flokkum, skiptir ekki máli hvaða kosningafyrirkomulag verður eða hvernig niðurstöðurnar fara, menn eru bara að mynda einhvers konar bæjarstjórn bara strax á næstu vikum eða fyrir áramót sem tæki á bolta, raðaði saman öllum þessum verkum sem vinnu hér og þar og menn setur stefnuskrána sína fram og byrja þessa vinnu og þessi hópur sem mun taka við hér í vor, hann þarf bara að fá umboð einhvers konar vinnu og til að byrja vinnuna strax. Við höfum bara ekki tíma til að bíða eftir kosningunni vor og við erum að byrja strax ef við ætlum að ná einhvern árangur á næsta ári. Ég vonast til þess að þessi fundir sem eru og allt sem er að gerast, öll þessi jákvæðu tíðindi sem er að koma, að menn náum það. Við getum aldrei farið út í neitt með einhver sem hefur umboð, en það er alveg klárt að einhver hópur úr öllum flokkum sem kemur saman sem ætla sér annar bara að bjóða fram í vor, að hann þarf að hefja vinnuna strax og þá er hann komið með óformlegt umboð til að undirbúa flesta það sem hann gera á næsta ári og þetta var mjög góð yfirferð hjá þér það verkefni sem eru framöndan. Takk. Já, ég er svo sammála Pétri, það hefur kannski vantað að einhver hafi þessa heildar yfirsýn og stjórn í verkinu og geti tikkað í öll þessi box, en finnst þér það vera rétt Sólveig hjá Pétri, er það sveitarstjórn, starfandi sveitarstjórn, það náttúrulega Grindavíkurnefnd hefur verið náttúrulega yfir verkefnum tengjast viðgerðum eftir atburði. Þannig að hún hefur náttúrulega svolítið mikil völd núna varðandi hvað verið að gera því að hún náttúrulega beintenging okkar við ríkisstjórnina sem að tekur þessar ákvarðanir. Já, ég
ég er sammála Pétri að leiðtoga hlutverkið eigi að vera hjá sveitarstjórninni og það er náttúrulega beintengsl á milli hennar og Grindavíkurnefndarinnar. Grindavíkurnefndin er náttúrulega skipuð, það er þarna í sveitarstjórnarlögunum klausa sem stendur að ef að eitthvað sveitarfélag er ekki lengur starfhæft að þá má og á að búa til svona nefnd og það var gert og ég held að það sé gott að hafa þetta og en það sem hann náttúrulega sko, hún er náttúrulega kannski svolítið með aðra eða báðar hendur fyrir aftan baka því leytinu til að þetta er alveg eins og að sko ef þú ætlar að ganga inn í aðgerðir, stóra aðgerðir varðandi bara varnarvirki eða leita á björgun, það þarf að vera eitthvað kerfi í gangi til að menn geta gengið strax í verkið, að þurfi ekki að koma úr einhverjum allt öðrum geira og þá að fara að sitja sig inn í þetta, þá fer þetta miklu hægar af stað, þannig að en þannig að ég vil ekki vera of gagnrýnin á, eða já, það er ekki mitt að gagnrýna neina, en ég held að þetta samspil sé rosalega mikilvægt, sko, að Grindavíkurnefndin er samkvæmt lögum bara tímabundin þangað til að bæjarstjórn er komin á lappirnar og ný. Þannig að hún á ekki að vera svona í mínum huga eins og ég skil lögin og svona, þið ekki hugsa hana eins og, já, Skarphéðinn kemur og leiðrétti mig, hún er ekki hugsuð sem ykkar tengilið við ríkið. Það er ekki það sem, sko, hún er hugsuð sem bara að hjálpa ykkur. Svo bara eru þið með tengiliðina við ríkið. En þessir tveir aðilar ættu kannski að tala saman þetta, og ef ég nota orðið hans Péturs, þennan leiðtogahóp. Þannig að þetta er svona það sem ég er að spá. Já, takk fyrir. Skarphéðinn, gjörðu svo vel. Já, sko, það gilda sérlögum Grindavíkurnefndina og hún er stofnuð við ákveðna kringumstæður og með afmarkaðan líftíma. Það er bæjarstjórn í Grindavík og við höfum átt gott samstarf við hana. Hennar hlutverk liggur alveg fyrir hvert það er og síðan eru kosningar vor þar sem á kjósa aðra bæjarstjórn og hún tekur þá við að þessi sem er núna. Þannig að það liggur alveg fyrir að varðandi endurreisnina að það eru heimamenn sem að munu leiða hana og það er verið að reyna að koma upp einhverju kerfi á því hvernig samspil ríkis og bæjarstjórnar eigi að vera og ákveða hvernig það skuli vera á næsta kjörtímabili og það er það ferli sem er í gangi núna. Ríkið ákveður það ekkert upp á eigin spýtur og það er skjal í samráðsgáttin til þess að reyna einhvern veginn að leiða það til lykta og það þarf að fá einhverjar lagabreytingar þannig að þetta ferli er í gangi. Ég held að við búum bara við þannig fyrirkomulag í okkar þjóðfélagi að það eru margir sem koma að þessum ákvörðunum öllum og við erum einhvern veginn saman við það. Þetta er ekki ein krísustjórnun eða einn kommissar sem að mun stjórna þessu en það eru heimamenn sem að leiða þetta verkefni og það er ríki sem er í stuðningshlutverki við það þegar endurreisnin byrjar. Sólveig, gjörðu svo vel. Já, ég myndi segja að endurreisnin er byrjuð og allavega kannski maður ætti að segja endurreisnarferlið, þar að segja maður á að byrja mjög snemma að skoða endurreisnarmál og tímabundna aðstoð og ég var með annan punkt, ég man ekki hver hann er, ég kem aftur seinna. Hjálmar, hefur þú svona eitthvað innlegg í þessa umræðu sem formaður bæjarráðs? Já, takk fyrir, heyrið í mér. Já.
Já, bara takk fyrir þetta, Skarphéðinn, að hnykkja á því. Fólk verður að gera sér grein fyrir því. Það er löglega kosin bæjarstjórn. Hún er ekkert á hnjánum. Hún starfar alla daga og er alltaf að. Þannig að það er alveg skýrt umboðið. Bæjarstjórn fer með umboðið. Grindavíkurnefndin hefur ákveðin verkefni og svo ég tala nú ekki félagsmál og velferð barna. Það er þau verkefni sem þið tóku frá okkur í ákveðnum aðstæðum. En að öðru leyti er bæjarstjórn algjörlega með ákvörðunarvald yfir öðrum með þeim hlutum þar sem að almannavarnir og aðri grípa inn í. Þannig að við skulum að hafa það á beinu, en ég get alveg tekið undir því það sem Pétur sagði, að gott væri að fá kannski breiðari hóp yfir þá bæjarstjórn sem er að starfa núna, yfir væntanlega frambjóðendur næsta vor. En við getum ekkert beðið eftir þessum hlutum. Endurreisnin er löngu hafin, en við endum alltaf á sama stað. Hvernig fáum við fólki okkar tilbaka? Það liggur í augum uppi ef að Þórkatla á 950 eignir hér, þá er þetta ákaflega flókið nema við fáum einhvers konar álit frá þeim hvernig framhaldi verður og mér skilst að það er að fara í þá vinnu í janúar. En ég vil alveg endurtaka, bæjarstjórnin, hún hefur bara fullt umboð og okkar verkefni er ásamt Grindavíkurnefnd Karli Björnsinni og fleiri. Það er til dæmis að vinna í jöfnunarsjóðnum að við fáum það fjármagn sem okkur ber. Þetta er nú slagirnir sem við erum ekki til að taka. Ég láti þetta nægja bara í bili. Takk fyrir Hjálmar. Sólveig, þú vildir... Já, ég myndi hvað það var sem ég ætlaði að segja áðan. Það var, hvað er mikilvægt að gera greinamun á stjórnun annars vegar og samhæfingu hins vegar. Að það er alls konar fólk hér og þar sem að einmitt er með umboð til að taka hinn og þessar ákvarðanir en samhæfing er svo annað að bara að hafa gott samhæfinganet og já, ég ætla bara að leggja áherslu á þetta. Takk. Takk fyrir. Svona í restina þá langar mig til þess að beina orðum minn til hans Jóns Hauks. Varnargarðar, styrking er á fullu og Lágafellið minnkar að vestanverðu. Þannig að þetta er allt samkvæmt áætlun, Jón Haukur? Já, Lágafellið hefur ekkert minnkað síðan í vor, það er bara verið að taka úr því sem var losað og þetta gengur bara fínt og verður svona í lokvikunar helgina komin nokkurn veginn á sinn stað. Svo verður þetta eitthvað áfram inn í næstu viku, endur gerum væntanlega þannig lag er að hluta til sem var þarna milli 11 og 8. Okay. En þetta er bara allt í góðu gengi. Já, flott er. Skarphéðinn, hann hefur beðið orðið. Já, bara því að það eru ekki nú 3 mínútur eftir. Ég ætla að bara hvetja menn til þess að mæta á fundin á morgun, ræðum áhættumatið. Gríðarlega mikilvægt að það sé sem mest sátt áhættumatið og þarna verða allir þeir sem koma að gerð þess og að framfylgja því þegar því kemur. Þannig að endilega mæta þar í gjánni klukkan 4 og síðan líka að kynna ykkur það sem er í samráðsgáttinni, skjalið sem er frá nefndinni og komu umsögn og ekki láta nægja að svara spurningunum heldur fjalla efnislega það sem er í umræðuskjalinu frá okkur í Grindavíkurnefnd. Það sem tekið er á þessum atriðum og líka þessum atriðum sem hefur komið inn á hér á þessum fundi. Hvernig þetta samspil eigi að vera og hvernig á að standa ákvarðanatöku í endurreisninni. Takk fyrir Skarphéðinn. Pétur, þú átt loka orðið. Já, ég ætlaði bara, Skarphéðinn var að hvetja á morgun, ég hvet líka þess atvinnufyrirtækjanna að koma inn á fundur á miðvikudaginn, en bara til að taka allan vafar í sammáli hella, þetta er starfandi í bæjarstjórn núna og ástæðan fyrir ég vil fá, ég langar að sjá einhvern hóp manna sem að munu taka við, byrja strax, er það að menn fari í stefnumarkandi mál í vetur og þeir sérstaklega bara það til dæmis hvernig Þórkatla mun nálgast okkur með húseignarinnar. Ég held að þeir sem að munu stjórna eftir næstu kosningar þurfum við að hafa svolítið hönd í baka með það og fleiri mál. Þess vegna er þetta hef ég lagt áherslu að það sé hópurinn en auðvitað starfandi bæjarstjórn núna og standa sér vel í heimslag.
Takk fyrir þetta öllsömmul og takk fyrir góðan fund og ég hveti eins og aðrir að allir Grindvíkingar reyni að koma á fundin á morgun 4:00 og kynni sér og komi með tillögur varðandi hættumatið. Og takk fyrir sjáumst að vikuleiðinni. Verði bless. Bless. Takk.